Já, góðan daginn. Herðu, það mánudagur. Það 3. dagur í dag. Og já, bara takk aðeinslega fyrir mig og áhorfið á seinasta vídeo. Það alveg, það ríkur upp. Það gaman hvað margir að horfa á okkur. Herðu, núna háti og ég á leiðinni heim. Anita litla grút að búa til einhvern morgun, eða einhvern hátegi sem að handa kallinum sínum. Mér langar að minna ykkur á að skráningi í nýtt level 10 áskorun, hún hafin og endilega, ég hvet alla til að taka þátt út af því að ef ég get unnið þetta, þá geta allir unnið þetta. Farði raskat. Nei. Hvað vorum við að gera á hann? Herðu, við fórum á einhvern veitingastað. Kryddlegin hjörtu. Mjög gott. Þetta geðveikt. Ég mæli með ég ekki mikill súpukall. Ég verð bara að viðurkenna. Mér finnst kjötsúpa góð, en venjulega súpa finnst mér ekkert spes. Allavega, hvað við með? Lasagne. Já, babidi-búbi. Það vangjöfið. Já, það ógeðslega gott. Ekki segja vangjöfið. Fyrirgefðu, það viðurstykkilega gott. Og hvað er að gera? Ég er bara að sjá hvort ég sé ekki örugglega hitt á þig. Jú, hún með svo bílalynsu. Ok. Herðu, á morgun föstudagur. Nei, hvað voru að gera á undan því? Ég var að vinna. Nei, svo fórum við á fund. Já, megum við ekki að tala um það? Já. Kannski verða massaðugurinn og massaðastelpan eitthvað reið. Nei, við getum sagt, við vorum á fundi fyrir level 10 keppnina. BAM! Ég sagði þetta ekki, þannig að ef þau eru reið og ég má ekki tala um fundið, þannig að það skal með að... Þú mátt alveg segja að við vorum á fundi. Nei, þetta leynifundur. Ó, ok. Það er bara leynilegt Við erum sérst í leynifélagi, þannig að við vorum ekki að gera neitt. Já. En þetta var í Skipholti. Skipholti? Við vorum ekki í Skipholti. Já. Í Brunahúsinu. Við vorum sérst í lífstíl Fákafinni. Bam. Herðu, já, þetta... Nóg um það. Hæ? Nóg um það. Já, það var ógeðslega gaman. Ég mæli með að fara þangað bara til að segja hæ. Það mjög hresst fólk þarna. Já. Þetta svona eitthvað, nei, þau eru það ekki. Hey. Jú, þetta það er þögnin. En þetta er flótur staður. Ég mæli með ef þið eru nálægt að kíkja og droppa og tala við Tjekka liðinu. Tjekka liðinu, sko. En já, og svo fórum við og fengum okkur að borða. Eins og búin að taka eftir, þá ég, þó ég sé að keyra, þá ég sem með báðar hendur á stýri. Skilurðu? Þannig að hættiði að senda mér einkaskilaboð og skamma mig fyrir það að ég sé að keyra og bogga. Þú gerir bara svona. Þá ertu alltaf að horfa á veginn líka. Mér langar í svona gaur sem heldur á vélinu. Gerðu það. Það kostar. Eða elkóra sem þetta. Getur ekki fengið Ok. Má ég tala um það sem við erum að gera á morgun? Á eftir. Á morgun svo fyrir okkur. Já, morgun fyrir okkur. En á eftir smástund fyrir ykkur. Það, sko, mér finnst ógeðslega gaman að tala ykkur. En já, á morgun eins og ég segi alltaf, við vinna og eftir það, þá klukkan 8 erum við að fara í bublubólta. Og þá er ég ekki að... Bublubólti! Já, og þá er ég ekki að tala um að við séum að fara í fótbolta með tyggjó. Húpa búbba! Húpa búbba fótbolti. Já, nei, ég held að þetta sé gaman, ég hef aldrei gert þetta. Og ég mun að uppgöta það er rosalega mikið sem ég hef ekki gert áður. Sem ég að gera núna, en fótbolti... Það er svona, við erum að gera checklista hvað það þarf að gera fyrir 30. Já, það er mjög stutt og ég er að fara að deyja. En Fylgstu með veginum. Já, ég er að fara að deyja. Já. Hvað verður eitthvað eftir það? Verður ekki bara að fara í fótbolta við slösum okkur? Síðan bara... eitthvað? Já.
Svo við erum búin að ákveða hvert við erum að fara fyrir level 10 keppnina sem ég vann. Ég ætla ekki að segja hvað strax. Ég vil ekki segja það strax. Nei. Sjáum við það bara þegar við förum. Þegar það að kemur? Já. En ég get sagt ykkur að þið vitið það samt pottþétt að þið eru vinur okkar á Facebook. Út af því að við erum sökkarar í að halda ykkur leyndu. Aðalega þú. Ekki þú, heldur Anita. En hérna, já. Við vorum að klára grilllegin Hjörtu. Jú. Mælum við stað, eins og ég sagði, það var rosa góð. Þú fyrir heim og sofa? Já, klukkan er 8:30. 8:30? Venjulega erum við komin upp í rúm að þessu tíma. Já. Gammal fólkið? Já, en, þú veist, eins og ég margóð búin að segja, það er ekkert á kvöldin svo að missa. Okkur ekki að fara snemma að sofa, vakna snemma, taka æfingu. Það er svo gott að fara snemma að sofa. Ég veit það. Út af því að, þú veist, það er Bara svo ógstu mikið. Já, það er líka geðvegt að, þú veist, vakna og fara á æfingu. Þú veist, það er rosalega margir sem segja bara ég get það ekki, það er svo, lífið er svo erfitt. Kötturinn minn þarf að fara út að hlaupa. Já, þú veist, það er oftast hundur sem þú ert að fara út með. Þú veist, hætti þessu væli bara, þú veist. Hætti þessu bara. Nei, þetta er bilagslega gott. Ég mæli með að allir geri þetta, sko, þetta er erfitt í 1-2 vikur. Þú veist, það að, þú veist, menja sig við þetta. Og ég er ekki að hafa þetta alveg í andlitinu. Ég vill ekki. Já, þetta er erfitt fyrstu vikuna, aðra vikuna. Þú veist, en, þú veist, ef þetta væri auðvelt, þá væri allir að gera þetta. Þú veist, það er erfitt að, þú veist, vakna klukkan 5, koma sér á fætur, hafa sér til fyrir daginn, fá sér morgunmat, vera komin út klukkan 6, þú veist, eða komin á, niður í vörklass eða hvað sem þú ert að æfa. Þetta er bilagslega erfitt á, þú veist, það er erfitt að gera þetta. En lífið á ekki að vera auðvelt. Skilurðu? Þú veist, ef það er auðvelt að vakna og skera á sér kíló og vera massaður, þá voru allir, þú veist, að vakna snemma, væru massaðir og skornir og eitthvað. Það er heldur ekki gaman. Maður styrkist aldrei svona, andlega. Þá, þú veist, þú verður alltaf að tvíka að vera sterkasta útgáfan af sjálfur. Skilurðu? Þú veist, og ég þoli, mér finnst skondið þegar fólk segir, þegar ég er alltaf að tala þú veist, alltaf, ég er reyndar ekki duglegur að tala það í vlogunum. Þú veist, að vera sterkasta útgáfan af sjálfur sér. Þá er ég ekki að meina, já, það áttu þá bara að vera massaður og stór og sterkur. Nei. Þú veist, jú, ef þú vilt það, ef það er það sem þú telur vera sterkastu útgáfan af sjálfur þér, þá er það það. Þú veist, ég og Anita vorum með fyrirlestur niður í, Fitsson. Og þar voru einstaklingar sem snúsa, sem eru snúsarar. Skilurðu? Ef þú hættir að snúsa, þú veist, það er bara mission, bara svona level 10, það er bara sigur. Og þá ertu orðinn sterkari útgáfan sjálfur sér. Allt sem þú segir að þér langar að laga og þú nærð að laga það, þá ertu orðinn betri manneskja. Þú veist, ef þú sér það, þú veist, þér langar að lesa einhverja bók sem er 100 blaðsíður og þegar þú hefur samt ekkert verið að lesa bók, og leiðu það bara að koma og byrja á því og klára það, þú veist, þá ertu samt orðinn, þá ertu búin að gera eitthvað sem þú ætlar að gera. Og það er líka rosalega cool að setja sér markmiðið við vikuna. Ég ætla, vinnulega að segja, ég ætla að skila x miklu tíma í vinnu. Ég ætla, eins og ég þarf að gera, setja parkettlist á gólfið. Þetta er eitthvað sem ég þarf að gera
Mér langar ekki að gera það, ég nenni því ekki. Þú veist, ég finn afsökun að ég finn ekki sök. Mér vantar ef þið eigið hérna svona sök, svona til að skera, svona til að saga hérna parketlista. Þetta heitir hérna svona parketlistasök. Ég man ekki hvað það heitir. Endilega, þú veist, deilið á mig og ef þið getið lánað mér eða ég get borgað ykkur eitthvað, þú veist, ef þið getið lánað mér svona vél eða svona handsök, það væri geðveikt. Maður setjum að stoppa. Já, ég veit það. Og nú datt ég út, sko. Já. Ég fór að tala um sög og lista. Já, ég þarf að gera það. Við höfum líka eftir að flísileggja fórstofuna. Já. Það er rosalega mikið sem við höfum eftir að gera. En ég veit samt að ég var að tala um eitthvað geðveikt merkilegt. Vertu sterkast útgáfuna sjálfur? Já. Hvernig væri það? Vertu bara sterkast útgáfuna sjálfur? Pútur? Já. Já, það er það. Já, ég ætla að fara í bíla. Og hérna á fundinum áðan þá fannst mér merkilegt að hérna, hvað ekki, Fit 2000, hvað var þetta, Mitt besta form 2015. Mitt besta form 2015. Já. Ekki byrjað 2015, byrjaði núna. Og veist, af hverju ert að bíða? Ég meina, þú vilt, það er oftast þannig að þú vilt vera í betra formi. Þú vilt vera, þannig sem fit for anything. Þú vilt geta labbað upp stegan án þess að setja kafna. Þú vilt, þú veist, koma þér í betra form, þú vilt líta betur út út að sumir er að fara að koma og eitthvað bla bla bla. Já, gerðu þetta. Breyta. Það er enginn að fara að gera þetta nema þú. Þannig að núna þarf ég að skjótast og þeir sem horfa á bakgrunnin vita hvert við erum að fara og ég ætla að fara þarna inn og að spjalla. Hvað til? Bless! Hvert erum við að fara? Við erum að fara í bublubolta. Bublubolta? Já, það er föstudagur og við erum að fara í bublubolta hérna í Kópavogi. Alltaf mikið ljós hérna. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. Við erum bara að drekka te. Banna mér það og svo gerir það sjálf. Þetta er spil. Hæ. Já, ég að segja hæ. Góðan daginn. Hvernig dagurinn að vera ástu? Hvernig verður dagurinn hjá okkur? Það verður bara slagur, sko. Bara æfingu það? Já. Hvað er það?
Kameræn er að vera batterislaus. Þetta er leðslu. Það var að bjóða að taka upp í dag og það komið svo lítið. Það var ekkert að taka upp. Það er sunnudagur. Ég er leiður með vinnu. Svolítið nefnmaltur. Veit ekki alveg. Ég er ekki verið veikur eitthvað. Ég bara er með eitthvað stífla nefn, skil ekki hvað málið er. Allavega, ekkert að væla yfir því. Þið verður bara að hlusta á mig nefnmaltan. En já, það er sunnudagur. Ég ætla aðeins að rúlla upp í vinnu, aðeins að taka smá vinnu upp í öryggismiðstöð. Dagurinn í gær var bara mjög góður, sko. Það var þetta, fengum aðeins að kúra framöndir. Já, þú veist, já. Og fórum á þetta heitir Sushi Train eða eitthvað í Hafnarfirði á Reykjavíkur. Það er eitthvað svona, þú veist, sushi bakkar sem er á svona færibandi og hreyfast. Ó-sushi eða Sushi Train, ég veit ekki hvað þetta er. Kemur samt alveg óvart hvað þetta er gott, sko. Ég er alveg til að fara þarna aftur. Svo fórum við í bíó og þetta var fyrsta sinn sem ég fór í Luxusbíó. Eða svona VIP eða svona bara að vera Lazyboy og Andres litli, hann kom, hann átti afmæli í gær, til hamingju með það, kallinn minn. Og já, annars var þetta bara rosa kósí, sko. Og já, hún er lúlandi. En það er svona, ég langar að fara að vinna út af því með samviskubit, út af því ég er að fara út jólin. Svona að skilja strákan eftir á þessum tíma, ég finnst þetta leiðilegt. Ég er að reyna að bæta upp með að bæta aðeins og reyna að gera eitthvað, undirbúa jólin. En allavega, ég er að detta þetta í vinnuna, þannig að ég bara segi bæ við ykkur núna og sjáumst núna. Herra, þá er dagurinn búinn og það er komið sól. Ég hef auðvitað lagað af stað aðeins að lækka það. Já, ég hef auðvitað lagað af stað, þá var allt myrkur klukkan 8 núna í morgun. Núna er klukkan 2:30 og ég er að leiðinu bara heim. Að taka Anitu eitthvað út, reyna að gera eitthvað í dag. Svo bara að klippa helgina og posta því á netið og svo bara byrjar mánudagur á morgun og það er bara helvíti gott. Já, ég ætla samt að reyna að spyrja ykkur þó að eiginlega flestu ykkar er frekar feimin að skrifa fyrir neðan. En hvernig var vikan ykkar? Endilega deiliði með mér hvernig vikan ykkar var og segja mér eitthvað. Hvað er skemmtilegt. Ég er allavega á leiðinni heim núna, þannig að þangað til eftir. Ja, herru, þá er sunnudagur og við ákváðum að hafa smá kósí í kvöld, þannig að við ætlum að byrja á því miður að södra nokkra einn allavega, kannski 2. Svo er það sushi, aftur sushi, þetta má, og við erum að fara að horfa á Netflix og þetta verður kósí. Jæja, hvert eru að fara núna? Við erum að fara í ræktina. Nú, geta verið? Já. En okkur erum við að fara alltaf svona snemma á mótana á ræktina. Nei, ekki yngru. Af hverju? Já. Það er svo hressandi. Já, við ætlum ekki að vinna næstu level 10 kemur. Ég er bara í.
það er alveg hægt að venjast í að venjast þessu bara. Að vinna þetta bara. Já. Fíla. 3 vikur þangað til við förum út. Já. Það verður geðveikt. En hvert erum við að fara? Turnin? Nei, út. Ó, já, meina það. Við erum að tala núna. Við erum að ferðast. Við erum bara að Við erum að fara á marga staði. Já. En hvert? Það er spurning. Það er stóra spurningin. Það er smurning. Það er smurningin. Þetta verður geðveikt. Takk til. Já. Ég komin heim, sjáum hvað Anita er að gera. Hún er búin að elda við þig kallinn. Herru, ég ætla að fá mér að bóta. Herru, Anita. Herru, hún sé hvað er af mér. Herru, hún sagði mér að fara inn í ísskáp og ég fór inn í ísskáp. Og veistu hvað ég sá? Þetta er kaka. Hollustur kaka, sko. Já, þetta er sko hollustur kaka. Hvað er í þessari kökusnú? Fullt af einhverjum dóti, ég maður ekki. Fullt af einhverjum dóti, fullt af einhverjum. Þetta er kaka með papriku og... Möndlur, kakó, ekki, hvað er þetta? Ég er ekki haft svona á. Ég er að taka mynd af tattúið. Nei. Mér langar að sýna tattúið. Mér finnst það flott. Sem áður. Nam. Ég eiginlega tími samt ekki að. Opna það. Ég veit ekkert eitthvað náttúrulega, sko. Svona halda. Botninn er svo fastur. Það var mjög þunni botninn þetta. Yummy! En hvað er, þú veist, er þetta bara súkkulaði? Það er baulur, kókos, möndlur, netusmjör í kreminu og banani og... Á maður ekki að vera með gaffalís? Bara eins og það sýnist, sko. Það er banani í súkkulaðinu. Já. Fann það bara aðeins. Bom. Svo bara vatn og bara. Vatn og eitthvað? Þetta er lagið það. Ekki segja það bara. Þetta er geðveikt, sko. Hvað er mikið að hitaeiningum í þessu? Ógeðslega mikið. Það er engin sykur, engin mjólk, ekkert hveiti. Já. Þú mátt ekki fá þetta. Óstu mín. Í tími samt ekki að taka ég. Jú. Það er enda smá sykur í því, sko. Þessu stendur. Hækka.
Svona botninn á honum, sko. Hvað það eru? Döðlur? Döðlur og möndlur, vatn, kókos, vatn, já, svo krem með banani, ríbilstreng. Þetta er rebuild strength í botninn? Nei, í kremið. Kremið? Svo er vatn og stevia, súkkulaði stevia, svona náttúrulegur sykur. Og jú, súkkulaði, hreint súkkulaði. Æ, þú ert að fara ofan í kökuna. Já, er ég að fara ofan í kökuna? Svona suðusúkkulaði, dögt. Það eru eitthvað alltaf frá. Ja, þá er vikan bara að verða búin. Og já, ég veit að þetta var svolítið mikið blogg bara í bílnum. Ég er búinn að horfa á bloggið. Þannig að ég veit svona hvað er að fara inn. Og já, ég á bara eftir að klippa þetta. Eins og sjáuð þá er ennþá svona smá í ruglinu hérna hjá okkur. Og hérna, já, þetta kemur alls bara. Okkur skortir fleiri tíma í sólarhringnum. Þannig að ef þið eigið eitthvað svoleiðis þá endilega megið þið deila þið með okkur. Já, vikan er bara búin að vera mjög góð. Búin að líða alveg skuggalega hratt. Þannig að ég ætla aðeins að lækka tónlistin. Það fínt að hafa eitthvað undir. En já, vikan er búin að vera skuggalega fljót að líða. Það er alveg... Já. Svo styttist alveg ótrúlega fljótt í að ég og Anetta skreppum út erlendis. Ég veit ekki hvernig hérna við gerum þetta út af því að við erum í 2 vikur úti. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að hvort að ég taki með mig tölvu til að klippa vídeóið út, veit það ekki. Ég ætla bara svona að meta það, hvort að tölvan sem ég er með ferðavélinn höndli forritið. Ég er bara að tjekka því. Ég vill að þú hafi samband við mig og hérna og tökum við lífstíðsmat, tökum við mælingar og þú takir þátt í level 10 keppninni. Level 10 keppnin er hérna byrjuð aftur, sama ferð og ég vann, þannig að borgarferð fyrir 2. Það væri með þetta 120 skall. 120 skall! Þú færð borgarferð fyrir 2 fyrir 120 skall bara við það að skera af þig kíló. Bam! Þetta er ekki vandamál. Ég vann þetta. Skilur við. Ég er búinn að skrá mig. Já, ég er búinn að skrá mig. Og hérna, djöfull ætla ég að vinna þetta aftur. Ég verð að viðurkenna, ég var búinn að vinna þetta einu sinni. Það var svona, manni langar alveg að sjá önnur andlit, sko. En djöfull langar mig að vinna þetta sjálfur. Ég verð að viðurkenna það. En það kemur í ljós. Það fer eftir hvað ég er duglegur. Og hvort að þú skráir þig og þú verður duglegur og ætlar að vinna þetta að mér. Það er líka spurning. Þannig að ég mæli með því að tjekkja á því hérna fyrir neðan. Ef þau eru með Instagram, level 10 er komið með Instagram. Instagram. Já, og hérna, ég ætla líka að skrifa fyrir neðan linkinn á það. Þannig að endilega ef þau eru með Instagram að follow okkur. Og ef þið eru að taka þátt, þá endilega setið inn myndir líka. Þá hashtagiði, ég er að læra þetta allt sko. Þá hashtagiði level 10. Það er mitt level 10. Hashtagið það. Ef það er vitlaust hjá mér þá stendur það samt fyrir neðan. Anetta drepur mig ef þetta er vitlaust sko. Ég horfði á öll vídeóin daginn, svona aftur í tíman. Og ég er með rosalega mikið af sömu kækjum. Það er ég mæli með.
það væri ógeðslega fyndið ef ykkur myndi nenna því að telja öll, ég mæli með í hverju vídeói sem ég posta inn og hugsi mitt en og svo en komiði með. Já, ég að uppgöta rosalega mikið að ég með mikið af svona kjálanlegum kækjum. Anywho, herðu, ég ætla að henda þessu vídeói sem ég að taka upp núna inn í tölvu svo ég geti klárað þetta og byrja á næstu viku. Já, það að koma desember. Það spurning, eru þið búin að kaupa jólagjafir? Hvað ætlaði að gefa einhverjum jólagjafir? Ég er með brilljant hugmynd að gefa svolítið cheesy, ég veit það en að gefa Herbalife skinnvörur. Ég kannski gefa svolítið hint til til þeirra sem fá jólagjafir hjá mér. Ég verð að gefa eitthvað smá Herbalife. Skinnvörurnar eru bara mjög góðar. Ég fyrir mikið mun. Ég verð samt að viðurkenna að þessi vika var léleg. Ég notaði ekkert mikið af þessu. Notaði rakakremið út að það er orðið kalt og það þornar á mér húðin. Já, áður ég breytist alveg í kvenmann þó að karlmenn séu líka með húð og allt það. Þá ætla ég að enda þetta. Bara takk aðeinslega fyrir vikuna. Það er hugmynd í gangi sem ég að dvelja, aðeins að hugsa í hausnum. Hvort að ég nota sömu YouTube-rás og set þannig, ég ætla að gera önnur vídeó líka. Ég ætla að vera með þetta, vikubloginn. Persónulega mér langar svolítið að blogga annan hvern dag. Posta inn og þetta svo mikið að safna heilli viku og fara svo yfir þetta og þetta alveg ég svona 1,5 tíma bara að horfa á allt og klippa það og raða því upp og svo þarf ég að rendera því og það tekur svona hálftíma þá það stuttur tími og svo get ég sett það inn á YouTube og það tekur 20 mínútur hálftíma þannig að þetta rosalega langur tími þannig að ég að spá hvað viljið þið? Bara endilega þið megið alveg ég bið ykkur, segja mér hvað þið viljið þið fá þetta 2 daga fresti, viljið þið fá þetta einu svona dag hvað ég geri eða viljið þið bara halda áfram að fá þetta heila viku í einu út af því að ég vill auðvitað heldur ekki hafa þetta langt að hafa vídeo sem hálftími það engin ég trú ekki að séu margir sem horfa á allt vídeóið hálftíma kannski gera eitthvað, ég veit ekki kannski ég að gera eitthvað sem ykkur finnst gaman kannski finnst ykkur þetta gaman, ég veit ekki þið verðið eiginlega að deila þið með mér hvað þið viljið já, spurning mín núna þessa vikuna viljið þið að ég halda áfram einu sinni viku bara 1 vídeó fyrir alla vikuna viljið þið hverjum einasta degi það rosalega erfitt maður en það samt, mér finnst það spennandi þá þarf ég samt að fá mér þannig að þegar við förum út þá þarf ég að taka tölvuna með endilega, látaðu mig vita áður að kemur desember hvað þið viljið þá ætla ég bara að undirbúa mig þannig að ég geti gert það já, viljið þið 2 daga fresti viljið þið vikulega eða viljið þið daglega bara ég til í hvað sem þannig að endilega mér þykir rosalega vænt að þið myndu bara segja mér annarkvort í bara private eða bara fyrir neðan bara annarkvort inn á Facebook level 10 Danni síðunni minni, like síðunni eða bara inn á YouTube og já þið hljótið það einhver fjöldi það allavega alltaf yfir
60 sem horfa á vídjón. Þetta er eiginlega orðið þannig, það er eiginlega, já, það eru hérna 60 einstaklingar sem eru duglegar að horfa. Þannig að bara knús og ást á það. Ég langar að vita hverjir þið eruð. Endilega, já, ég ætla bara að enda þetta. Ég er búinn að taka upp í 11 mínútur, þannig að ég á eftir að klippa þetta eitthvað aðeins til. En anywho, ég þakka fyrir vikuna, sjáumst í næstu viku. Hún verður awesome, eins og alltaf. Þannig að bara þanga til næsta vídeoblogg. Takk.